Netöryggisveit íslenskra stjórnvalda hefur boðað umfangsmikla æfingu í næsta mánuði þar sem æfð verða viðbrögð ef sæstrengir sem liggja til og frá Íslandi rofna. Úkraínsk kona sem flúði til Íslands eftir innrás Rússa vonar að hægt verði að semja frið á nýju ári. Hún var aðeins 18 ára þegar hún kom hingað til lands. Búist er við að svifryksmengun fari yfir heilsuverndarmörk í kvöld. Spáð er köldu og rólegu veðri þegar nýja árið gengur í garð. Vel á annað 100 þróttarar á öllum aldri létu ekki í frost og ísilaðan völl stöðva sig eða keppa í fótbolta að morgni gamlársdags. Þrátt fyrir erfiðar aðstæður mátti sjá glæsileg tilþrif. Góðan dag. Netöryggisveit íslenskra stjórnvalda undirbýr æfingu á viðbrögðum við rofi allra sæstrengja sem liggja til og frá Íslandi. Forstöðumaður sveitarinnar segir að það sem helst var óttast hafi gerst erlendis. Svertis er netöryggisveit íslenskra stjórnvalda og stýrir viðbrögðum við ógnum við net- og upplýsingaöryggi. Undanfarið hafa sæstrengir á nokkrum stöðum í heiminum rofnað að talið er vegna skemmdarverka. 4 sæstrengir sem heila rafrænum upplýsingu liggja til og frá Íslandi, til Skotlands, Danmerkur, Írlands og Nýfundnalands Grænland, en sá síðastnefndi reyndar ekki virkur og færi svo að strengirnir biluðu eða yrðu rofnir, yrði lýst yfir neyðarástandi almannavarna. Allir mikilvægir innviðir og aðrir aðilar á íslenska netumdæminu myndu bara ekki komast í þær efnisveitur sem þeir stóla á, sem eru hýstar flest allar erlendis. Hverjar eru varaleiðirnar? Varaleiðir ef allir sæstrengir rofna eru eingöngu gegnum gervitungl og það er búið að reikna þátt að þær myndu ekki annan nema bara broti 1-2% af gagnamagsþörf okkar núna, gagnamagsnotkun okkar núna. En gagnamagsnotkun okkar er svo sem ekki sama og gagnamagsþörfin okkar. Hún er mun minni. Í lok janúar hefst viðamesta æfing sem Svertis hefur staðið að, en þar verða æfð viðbrögð við rofi allra sæstrengjana til og frá landinu. Æfingin er í samstarfi almannavarnir og stjórnsýsluna. Þetta eru bara þessir helstu aðilar þessara mikilvægast innviða. Þetta eru heilbrigðisinnviðir, fjármálainnviðir, orkuinnviðir, fjarskiptainnviðir, samgönguinnviðir og svo framvegis. Og svo aðilar sem eru kannski falla ekki undir þetta, aðilar innan stjórnsýslunar. Þessi fréttastofa hér og svo framvegis. Eins og stendur horfum við fram á að vera að keyra þessa æfingu í þessum fösum út allt næsta ár. Guðmundur segir að með æfingunni séu að viðbrögð við því sem þó sé ólíklegt að gerist. En ef það gerist þá eru afleiðingarna bara það miklar að það er bara ábyrgðar hlutur af okkur að hugsa upp þessar sviðsmyndir og vera tilbúin að bregðast við þeim ef svo ólíklega vildi til að þær poppa upp. Þú segir ólíklegt að vildi til en það hafa verið að því að talið er skemmdarverka á sæstrengum annarra landa í öðrum höfum. Já. Hverju hefur það breytt fyrir ykkur og ykkar starfsemi? Það hefur svona aukið vægið þess að vera að hugsa út í þessum mál. Það sannarlega gerir málið raunverulega í huga manns að sjá að það sem maður hefur óttast að gæti mögulega gerst hér við Íslandsstrendur sé að gerast erlendis. Flugmálayfirvöld í Suður-Kóreu rannsaka orsök slysins sem varð á flugvelli í borginni Muan á sunnudag þar sem 179 létust. Vélin magalenti og mögulega er lendingabúnaði vélarinnar að kenna. Önnur Boeing 737-800 vél suður-kóreska flugfélagsins Jeju lenti í vandræði með lendingabúnað á mánudag, degi eftir slysið. Reiði meðal aðstandenda hinna látnu eykst enn og nú beinist gagnrýni einna helst á skorti á upplýsingum frá forsvarsmönnum Jeju. Forstjórinn segir að félagið ætla að taka þátt í útfararkostnaði aðstandenda. 오늘부터 장례 절차가 시작이 되었습니다. 장례 진행에 필요한 편의와 비용을 지원하고 있습니다. 유가족들의 생활 지원을 위해서 조위의 뜻을 담아서 긴급 지원금을 준비 중에 있습니다. 아울러서 배상 절차를 국내외 보험사와 구체적으로 논의 중에 있습니다.
Leiðtogi uppreisnarmanna í Sýrlandi segir að mögulega verði kosningar í landinu en þó ekki fyrr en eftir 4 ár að minnstakosti. Hann heitir því að uppræta samtökin sem hann leiddi til sigurs gegn stjórnarher Assads forseta. Þegar einum manni sem ráðið hefur öllu í áratugi steypt af stóli getur tekið tíma að koma á öðru fyrirkomulagi. Því heitir Ahmad al-Sharaa leiðtogi uppreisnarmanna í Sýrlandi þó að gera. Með við svör hans í viðtali við sátíska sjónvarpsstöð í gær gæti Sýrland, sem einræðisherrar Assad fjölskyldunar stýrðu með harðri hendi í hálfa öld, orðið lýðræðisríki með tíð og tíma. يعني ممكن الانتخابات بعد 4 سنين؟ ممكن نعم فنحن نحتاج إلى وقت طويل يعني الإحصاء ليس بالشيء السهل يعني ودون هذا الأمر تكون عملية انتخابية غير صادقة أي عملية انتخابية دون إحصاءات دقيقة عن أعداد الناخبين ومن سيشارك في الانتخابات فكيف سنعلم أن الشعب أدلى بصوته واختار بشكل صحيح نعم فبالتالي تحتاج أن تهيئ البنية التحتية قبل أن نذهب إلى حالة الانتخابات. Al-Sharaa birtist heimsbyggðinni fyrst sem vígamaður í systursamtökum Al-Qaida. Hann bar enn stríðsnafn sitt Al-Jolani þegar hann hrakti Assad forseta á flótta í byrjun mánaðar og klæddist þá enn herrklæðum. En nú hefur hann tekið aftur upp skírnarnafn sitt og kominn í jakkaföt. Hann heitir því að uppræta HTS samtökin sem fóru fyrir leiftursókninni gegn Bashar al-Assad. Kúrdar í Sýrlandi eru margir uggandi yfir stjórnarskiptunum. Al-Sharaa segir þá ekkert þurfa að óttast en væntanlega eru margir sem glæpa ekki endilega við því. الأكراد جزء من شعبنا وهم ظلموا كما ظلمنا والواجب علينا حمايتهم وصيانتهم. Al-Sharaa og félagar eiga mikið verk fyrir höndum við endurreist landsins eftir bæði einræðisstjórn og borgarastyrjöld. Sár orkuskortur það sem svíður mest þessa dagana. Árið 2024 var viðburðaríkt hjá Sýrlendingum og margir þeirra bera, líklega í fyrsta sinn langa hríð, von í brjósti þar sem nýtt ár getur borið með sér. 2025 yılında Esed'den, IŞİD'den, teröristten kurtulduk. Umarım yani Allah'tan انه daha iyi hayat, daha güzel, daha rahat ve daha emniyetli olan mujtema hayata kavuşur. Úkraínsk kona sem búsett hér á landi vonar að þrátt fyrir slæmar horfur verði samið frið á nýju ári. Hún flúði Úkraínu ein aðeins 18 ára gömul. Síðasta sumar heimsótti hún fjölskyldu sína við víglínuna og segir það hafa verið sárt að sjá eyðilegginguna. I went to Kramatorsk in July and that was probably the most scary trip in my life, I would say, because I understood that it's really close to the front line. Alesia frá borginni Kramatorsk í Donetsk héraði í Úkraínu nálægt víglínunni. Hún hafði ekki hitt pappa sinn eða ömmu í nær 3 ár og ákvað því að hætta sér þangað síðasta sumar. There are almost like no people in the city because everyone just went somewhere from there. Sprengjudrunur daglegt brauð í Kramatorsk og fólk heldur sig að mestu heima. But once I went for a walk and there were a lot of like destroyed buildings and that was horrible to see all of those stuff when you realize that you've been growing there for the whole of your life. Líkt og margir Úkraínumenn flúði Alesia fljótlega eftir allsherjarinnrás Rússlandshers í febrúar 2022. Hún fór með ættingjum til Ungverjalands og Slóveníu en svo skildu leiðir og hún dvaldi tíma ein í Pólandi þá 18 ára. Besta vinkonennar hafði flúið til Íslands og Alesia ákvað að gera það sama. So it was quite a hard experience, I would say, especially when you're just like 18 years old. Hún lét foreldra sína ekki vita fyrr en hún var lent á Íslandi. And then I just called them and I was like, yeah guys, I'm actually in Iceland now, I'm not in Poland anymore. So they were quite surprised about this, but now they're happy that I'm here and that everything is fine, that I'm doing great. So Alesia lærir íslensku við Háskóla Íslands, vinnur á frístundaheimili og túlkar fyrir Úkraínumenn á heilsugæslunni, til dæmis í heilbrigðisskoðun við fyrstu komu til landsins. Hún segir það góða tilfinningu að geta hjálpað löndum sínum. When you been there yourself through all of this stuff and now you're doing the same for the people, you're helping them, so I think it's really nice. Mikil óvissa ríkir í Úkraínu varðandi hvað nýtt ár beri í skauti sér. Líkt og margir vonar Alesia að stríðinu ljúki sem fyrst. But as I can see from the situation now,
it doesn't really look like that will be better. But let's hope for the best. Let's hope for the best. Yeah. Og meira frá Úkraínu því 187 úkraínskir stríðsfangar fá að taka á móti 9 ári sem frjálsir menn. Þeir voru leystir úr haldi í gær eftir að fangaskiptasamningar tókust á milli Úkraínu og Rússlands með tilstuðlan Sameinuðu arabísku furstadæmanna. Þetta í 59. skipti sem ríkin 2 skiptast á stríðsföngum síðan Rússar réðust inn í Úkraínu. Að þessu sinni voru 150 rússneskir stríðsfangar frelsaðir. Nærri 4.000 Úkraínumenn hafa verið leystir úr haldi Rússa frá upphafi stríðsins, þar af 1300 á árinu sem senn að líða. Hluti þeirra Úkraínumanna sem fengu frelsi í gær voru þeir sem vörðu borgina Mariupol fyrir ágangi Rússa í upphafi stríðsins. Og þá að öðru, það mikið að gera í flugeldasölunni í dag, enda gamlársdagur að alla jafna sá dagur þegar flestir kaupa flugelda. Og Anna Lilja Þórisdóttir, fréttamaður, mætt á flugeldasölu hjálparsveita skáta í Kópavogi. Já, Birta, eins og segir þá mikið að gera hérna. Nú sjálf hefur ekki komist til þess að kaupa flugelda, búin að vera á fréttavaktin í alla dag. Nú eins og allt þetta hérna fólk sem stendur vaktina fyrir hjálparsveitirnar. En sá sem veit allt þetta Valgeir Tómasson, hann formaður hjálparsveitar skáta í Kópavogi. Valgeir, hvernig hefur gengið? Það hefur bara gengið alveg ótrúlega vel. Nú er bara komið að loka hnignum hjá okkur. Gamlársdagurinn alveg komin á fullt í sölu og svona venjulega okkar langstæðsti söludagur. Þannig að við erum bara bjartsýn á framhaldið. Einhverja nýjungar í flugeldunum í ár? Já, það eru nú alltaf einhverjar nýjar vörur að koma. Við erum með mikið að nýjum svona björgunarsveitaköppum og tertum sem eru vinsælar. En já, eitthvað sem þú vilt ráðleggja fólki sem að fara að skjóta flugeldum í kvöld? Já, ég hugsa að það sé nú fyrst og fremst að vera með öryggisgleraugun og nýta áfram bara allan þann öryggisbúnað og leiðbeiningar sem að koma með vörunum og halda góðri fjarlægð þegar verið að skjóta upp flugeldum í kvöld. Og við skulum vona að allir fara eftir þessum ráðleggingum Valgeirs. Við kveðjum hérna frá Kópavogshöfn, en það eru brennur víðsvegar land og það á meðal í kringum 10 í Reykjavík. Og Sunna Karin Sigþórsdóttir fréttamaður, hún Laugardal, en þar stóð til að þeir ekki nein brenna. Já, það stóð til að fækka áramótabrennum í Reykjavík úr 10 í 6, til dæmis þessar í Laugardal vegna slæms aðgengis og nálægðar við byggð. Íbúar mótmæltu hins vegar sem og borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sem sögðu áramótabrennur órjúfanlegan hluta af hátíðarhöldum Íslendinga. Og borgin brást við og hætti við að hætta við þessar brennur. Og hjá mér Hjalti J. Guðmundsson hjá Reykjavíkurborg. Hjalti, ekki einhver svona ákveðin fegurð í því að sjá hversu miklu máli þetta skiptir íbúa í Reykjavík að halda sínar brennur? Jú, vissulega, og þetta náttúrulega áratuga gömul hefð hér í Reykjavík og á Íslandi og það má alveg segja það að þessi hefð hafi svona byrjaði á því að fólk safnaði bálkestina eins og hérna fyrir aftan okkur, en litur nú alltaf öðruvísi út í þá sko. Vegna þess að það var bara einfaldlega verið að taka til, þarna voru sett dekk og alls konar dót og síðan bara líður tíminn og við sem höfum nú verið að skoða þetta svolítið að við sjáum það að já, tíminn líður og bara áherslunar breytast og meiri vitundavakning í umhverfismálum og annað slíkt og núna er komið náttúrulega á þann tímapunkt í dag að það bara einfaldlega bannað að setja okkur hluti á brennu. Og þið sjáum í bálkostinni þetta fyrir aftan okkur að hann er mjög hreinn, það er bara ómálað timbur og fyrir kannski 40 árum hefði hann litið allt öðruvísi út. Einmitt. Við fáum kannski kort á skjáin sem að sýnir brennur á höfuðborgarsvæðinu og þú kannski getur sagt okkur hvar verða stærstu brennurnar í Reykjavík og klukkan hvað byrja þeir? Þær eru nú allar svipaðar en þær byrja annarkvort 8:30 eða 9 og það bara að gera að fara á heimasíðu borgarinnar. Þar má finna upplýsingar alla staðsetningar. En þær byrja 8:30 og 9 og stærstu brennurnar eru nú yfirleitt á Geirsnefi og síðan upp á Stekkjabakka sem er ný staðsetning hjá okkur af því við þurftum að hörfa frá Jafnaseli eða því svæði upp í Æfur-Breiðholti vegna þess að Arnarnesvegurinn er í framkvæmd og við mistum staðsetninguna þar þannig að það er komið ný staðsetning. En fólk getur bara að afla sér upplýsingar þetta en það eru allar svipaðar á stærð.
þannig að bara fólk velur eftir búsetu, brennu sem það vil fara á. Svo kannski bara eitt, en eitthvað sem fólk þarf að hafa í huga þegar það mætir á brennu? Já, bara fara varlega, fyrst og fremst ekki vera með blys og vera náttúrulega með rétta hlýðabúnað, láta börnin og, ekki bara börnin, heldur bara allir hafi glerugu og helst að vera með hanska og það má alls ekki skjóta upp flugveldum, en það má vera með stjörnuljós, þannig að, og svo bara fyrst og fremst að fara varlega og ekki fara ofan í brennuna og fara náttúrulega bara mjög varlega. Akkurat, bara með þessum orðum, þá kveðjum við héðan úr Laugardal. Takk fyrir þetta, Sunna Karen. Velkomin Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur. Já, hvernig útlitið í kvöld þegar nýja árið gengur í garð? Það lítur bara mjög vel út. Það fallegt veður, það víða bjart en hins vegar náttúrulega mikil kuldi, gríðarlegt frost. Það til dæmis mesta frosti núna 27 gráður frost þarna við Mývatn. Þannig að það má segja það sé, en það lítill vindur víðast hvar, eins og við sjáum þessu korti, að þá ljósgræni litur, hann sýnir hvar vindurinn minnstur, lítill vindur, þá það svona andvarið að gola í mestalagi, en svona dökkgræni liturinn og út í bláa, þá komin svona stinningsgola kaldi. En við sjáum svo hérna, við förum nær höfuðborgarsvæðið, á Reykjanessvæðinu, að þá þetta gildi þá miðnætti og allar spár sem við höfum og safnspár og allt reikna með að vindur verði ekki meir en svona 5-6 metrar á sekundi hér á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það svona austan andvari kannski í mesta lagi. Já. Þannig að það tekur sinn tíma fyrir þessa mengun að hreyfast. Já, það má reikna með það ekki mikilli svifryksmengun í kvöld og í nótt. Já, á flestum þéttbýliskjörnum, svona hér vestan og norðan til á landinu. En við sjáum hérna, það norðaustan strengur þarna út á Faxaflóa. Þannig að hann gæti náð kannski inn á Seltjarnarnesi í mesta lagi í miðnætti. En annars reiknað með að verði nánast logn á höfuðborgarsvæðinu alla nótt, þannig að þetta gæti verið svolítið tíma að hreinsa sig. En við sjáum svo bara hérna á morgun, fallegur dagur, þetta reyndar í miðnætti. Í miðnætti, já. Já, og síðan erum við með nýársdaginn hérna, fallegur. Kæra þakki fyrir þetta, Hrafn Guðmundsson, þú verður betur yfir þetta á eftir. En nýja árið nú þegar komið í austasta hluta heimsins. Klukkan 10 í morgun að íslenskum tíma fögnuðu Nýsjálendingar árinu 2025 með pompi og prakt. Eitt þekktasta kennileiti borgarinnar Auckland var sem fyrr í aðalhlutverki. Og grannar þeirra á austurströnd Ástralíu eru sennilega enn að skála fyrir nýja árinu. Þar sló klukkan 12 á miðnætti þegar þessi fréttatími fór í loftið. Fótbolti miklu frekar andlega afþreying en líkamleg, segir einn af nærri 200 þrótturum sem létu ekki frost og ísilaðan fótboltavöll koma í veg fyrir að taka þátt í ómissandi gamlársdagshefð. Já, við gömlu kallarnir og kellingarnar tökum börnin með og barnabörnin í mörgum tilvikum. Elstu menn hér að spila eru 75 ára og yngstu eru 60 ára. Þetta mót verður fjölmennara með hverju árinu sem líður. Old Boys eru hérna. Við erum með 200 manna Old Boys hóp og hann að spila hérna 9 sinnum í viku, þannig að það ekkert mál að tróða völlin niður og losnaði snjóinn. Það voru glæsileg tilþrifin á áramóti Þróttar í Laugardalnum í morgun. Árlegur siður sem orðinn ómissandi hefð á gamlársdag hjá mörgum þrótturum. Með hverjum ertu hérna? Mömmu minni, bróður mínum og systur minni. Ertu betri en þau öll? Já, miklu betri. Þú sammála því? Nei. Hérna ekkert betra á gamlársdag en að vakna bara að byrja að spila fótbolta? Nei, ekkert betra. Bara fullkomið að byrja daginn svona. Hvernig búið að ganga? Ekkert eins og við ætlum okkur en þetta að koma. Ertu búin að setja einhver mörk? Nei, en það að koma. Þótt markmiðið sé fyrst og fremst samvera og skemmtun, þá alltaf stutt í keppnisskapið. Góður 1-0 sigur í síðasta leik, þannig að þetta bara geggjað. En markmiðið að halda hreinu allan dag? Já, það var markmið, en hérna það farið. Eins og sér náttúrulega, þetta gríðarlega sterkir andstæðingar. Þeir standa þetta vatnum á skónum sínum, en ótrúlega snöggir. Gríðarlega. Já, nóg að gera. Helvíti að Júli var þarna endalaust að skora hjá mér. En hvernig svona byrja daginn á svona hreyfingu? Ég veit ekki hvort þetta sé 12. að 15. ári í röð sem við tökum hérna áramótabolta fyrir hátíð á hérna gamlársdag. Þetta er bara dýrð. Og menn halda að þetta sé eitthvað líkamlegt þessi bolti. Þetta er andlegt. Þetta heldur mann í gangi.
Og fleiri hreyfðu sig í morgun því 82.000 manns tóku þátt í gamlárshlaupi ÍR í dag. Boðið var upp á 2 vegalengdir, 10 km og 3 km skemmtiskokk. Hlaupið hófst við Hörpu í miðborg Reykjavíkur klukkan 12 og var hlaupið meðfram Sæbrautinni að Sundahöfn og tilbaka. Venju samkvæmt voru keppendur skrautlega klæddir og voru veitt verðlaun fyrir flottustu búningana, bæði í krakka- og fullorðinsflokki. Keppendur gátu einnig safnað áheitum til styrktar Krabbameinsfélagi Íslands. Síðasti fréttatíminn okkar á þessu ári verður klukkan 4 í dag í útvarpinu og við verðum hér næst í sjónvarpinu á morgun 9. klukkan 7. En hér með lýkur þessum síðasta sjónvarsfréttatíma ársins. Við á fréttastofunni þökkum ykkur samfylgdina á árinu sem senn er á enda og hlökkum til að halda áfram að flytja ykkur fréttir á nýju ári. Verið sæl og gleðilegt ár.